Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðunni á 15. Ég ætla að byrja að vekja athygli á því að hér fyrir stuttu síðan var fyrsti þátturinn af ungliða spjallinu sem hérna á Samstöðunni, nýr þáttur, þar sem að ungliðar úr ýmsum hreyfingum, ASÍ, ungu sósíalistum, Pírötum og VG að þessu sinni, spjölluðu saman stöðuna í pólitíkinni og tóku á móti gesti. Það var Birgitta Jónsdóttir, aktivisti og skáld sem kom og heimsótti þau, vek athygli á þessu þætti, og hann verður áfram á dagskrá Samstöðarinnar næstu vikum, þar sem að ungliðarnir spjalla sín á milli og fá til sín gesti. Hér eftir Rauðaborðið verður það síðan annar þáttur af sósíalískum feministum, það er þáttur sem að byrjaði hérna fyrir viku. Nú ætlaður að tala tungumálið sem valdatæki. María Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir fá til sín gesti. Maríu Hjálmtýsdóttur og Katrínu Harðardóttur, sem að báðar hafa innsýn inn í spönskuna í Suður Ameríku og hvernig það er svolítið kynja tungumál, svipað og er ávið íslenskuna. Hérna í Rauðaborðið þá kemur hingað í lok þáttarins Hjálmtýr Heiðdal. Hann talar á fundi sem verður núna á laugardaginn klukkan 12 í Safnahúsinu. Hann talar þar ásamt Gideon Leví, blaðamanni frá Ísrael, stöðuna í Ísrael og stöðu palestínumanna innan Ísrael. Það mikil ólga í Ísrael, það sem er mikil andstaða gegn inni ultra hægri sinnuðu ríkisstjórn sem að þar algjör klerkastjórn sem að ræðu þar ríkjum. Ég spjalla við Hjálmtý ástandið þar. Síðan kemur hingað eftir Ásgeir Brynjar Torfason og við ætlum að tala við hann svona þá efnahagslegu krísu sem að ríkisstjórnin getur ekki feysað, og kannski ástæðan fyrir því að það allt að fara í loft upp innan ríkisstjórninar flóttafólk, sölu og áfengi, lokun sendiráðs og hvali, það sem verið að deila alls konar hluti, og kemur kannski í ljós að ríkisstjórnin á erfitt með að ná saman nokkurt mál, og kannski það alvarlegast að hún getur ekki komið sér saman hvernig að mæta þeirri efnahagslegu krísu sem hér og alvarleg og verður mjög alvarleg ef hér verður ekki til samhent ríkisstjórn sem getur tekist á við henni. En við skulum snúa okkur að fréttum dagsins. Það sú frétt sem hefur verið mest í bara heimsfréttunum leit að kafbát sem heitir Titan og fer niður með auðfólk. Það kostar 65 milljónir króna farmiðin hann niður, að fara niður að flaki Titanic. Það nú ekki teljandi líkur á því að einhver finnist þarna á lífi. Það hefur fundist einhvern brak sem talið að vera úr kafbátnum. En það annað mál sem hefur verið í fréttum flóttafólk, fátækt fólk í sjávarháska. Það var bátur sem að sökk undan ströndum Grikklands. Þar málaferli í gangi núna og miklar ásakanir. Það talað að hafa verið 750 manns borð, öllu líkindum alltaf 650 sem á hafsbotni, drukknuð á 5 kílómetra dýpi og engar tilraunir gerðar til þess að ná í það fólk. Þarna kostaði farmiðin að talið svona 750.000 krónur sem að fátækt fólk nurla saman til þess að komast yfir Miðjarðarhafið í von betra líf. Það fréttir dagsins kannski af auðmanni, ekki í sjávarháska en í svona átökum. Kristján Loftsson, hann vakti fólk upp í morgun með hafa fyrirsögn á forsíðu Moggans að öfgafullur kommunisti stjórn í matvælaráðuneytinu. Það sýn Kristjáns Loftssonar á Svandísi Svavarsdóttur vegna þess að hún frestaði hvalavertíðinni svo að Kristján getur ekki sent báta sína á flot. Hann var líka að skamma Henry Alexander Henrysson sem fulltrúi háskólans í nefnd. Hann sagði að hann væri vanhæfur, gæti ekki verið að fjalla mál hvals vegna þess að vera móti hvalveiðum. Það eins og vanti eitthvað í þessa sögu í fréttunum. Það
Það hefur verið vitað að Kristján hefur átt í erfiðleikum með að koma þessu hvalkjöti sínu á markað. Það skipafélög vil ekki flytja þetta milli landa. Tryggingafélög vil ekki tryggja skipin ef þau eru með þessar vörur. Það alltaf verið viðloðandi í bandaríska þinginu svona hótunum að setja Ísland á einhvers konar viðskiptabannslista út af hvalveiðunum. Það vaxandi ágreiningur í Evrópu og kannski vantar eitthvað svolítið í þessar fréttir. Það svona látið eins og það sé svona freklegt inngrip inn í eðlilega atvinnugrein á Íslandi, en þetta náttúrulega mjög hrörnandi atvinnugrein sem stendur veiku fótum og raunverulega þó að þessu margir sem missi vinnuna við þetta, fyrst og fremst svona leikur eins auðmanns. Talandi auðfólk í sjávarútvegi, það Samherji var að loka Hólmadrangi á Hólmavík. Þetta fyrirtæki sem á 58 ára sögu, það fóru á hausinn, en þá fyrir nokkur síðan þá kom Samherji inn með sem frelsandi engill, keypti fyrirtækið og lofaði því að halda þarna út í rækjuvinnslu, en það fyrir bí núna. Það var búið að tilkynna öllu starfsfólkinu þar sem eru 21, þannig að þeir fái uppsagnarbréf næstu mánaðamót. Einhverjum kannast að finnast það að þetta ekki verið svo margir, bara 21. Það voru yfir 100 sem mistu vinnuna út af frestun hvalavertíðarinnar. En Hólmavík mjög lítill staður og þetta næstu því helmingurinn af verkafólkinu í Hólmavík sem var að missa vinnuna. En þeir í verkalýðsfélagi Vestfjarða voru svolítið að skrifa þetta í morgun og voru að benda á að svona athygli fjölmiðlanna að það var ekki á þess að fjölda uppsögn í Hólmavík, það sem að vera að loka eina stærsta fyrirtækinu í Hólmavík, var lítið fjallað það, og Bergvin Eyþórsson sem varaformaður verkalýðsfélagsins spurði hvort það skipti svona máli hvort að félögin ættu fjölmiðlana. Það vitað að Samherji átti allavega. Eyþór Arnalds hélt á bréfum Samherja lengi vel í mókanum. Hann var að spyrja það hvort það skipti svona virkilega miklu máli hvort að fyrirtækin eigi fjölmiðla eða ekki, hvort það sé það fjallað. En stór frétt í gær kom fram að það vantar stefnu í loftslagsmálum. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, kom fram í kvöldfréttum útvarpsins og fór yfir skýrslu loftslagsráðs þar sem vantaði að móta markvissa loftslagsstefnu. Það þyrfti að stórefla og styrkja stjórnsýslu loftslagsmála, skerpa aðgerðir og beita öllum stjórntækjum skilvirkar, nýta sérfræðiþekkingu og breiðu sviði í loftslagsmálum við stefnumótun og eftirfylgni, bæta verulega á rannsóknir og vöktun á losun frá landi. Það voru alls konar athugasemdir sem voru gerðar. Og það sem var skrítið sem var í dag að Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfisráðherra, hann tók undir þetta. En það virðist vera að sem svolítið sérstakt, vegna þess að í síðustu kosningum að það var kosningaslagorð Vinstri grænna að það skiptir máli hver stjórnar. Ég veit að þið munið öll eftir þessu slagorði og það var svolítið keyrt á þetta. Það var eins og Katrín Jakobsdóttir væri eini í framboði fyrir VG og atkvæði greitt VG væri atkvæði greitt henni, en það var svo mikilvægt hver stjórnaði ríkisstjórninni. Þetta eru þau mál sem að VG eiginlega stofnaði kringum, loftslagsmálin og umhverfismál, en loftslagsráð á því að það vanti eiginlega bara stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum málum, og þá kannski svarið við því það skiptir máli hver stjórnar, ekki í þessu tilfelli, þá skiptir það litlu máli. Við vorum eina frétt á samstöðinni þar sem niðurstöður rannsóknar að það væri nær eingöngu þeir ríku sem myndu finna fyrir róttækum aðgerðum í loftslagsmálum. Það oft látið þannig að ef það eru einhver aðgerð í loftslagsmálum að þá munu þær berja niður lífsgæði okkar allra, en það eru fyrst og fremst hinir allra ríkustu sem að myndu þurfa að þola það og breyta lífsháttum sínum, því að það náttúrulega hinir allra ríkustu sem að menga langmest og þetta myndi fyrst og fremst snerta þau. Þetta mjög athyglisverð rannsókn sem að kannski fólk ætti að taka tilliti til í umræðunni, því að oft talað eins og það sé einhvern veginn svona sameiginleg byrði allra á því að taka á loftslagsmálum, en það ekki þannig. Það eru fyrst og fremst þeir sem eru ríkastir og menga mest sem að munu þurfa að taka á sig einhverja byrðar, og
og það eru breiðustu bökin og það eru þeir sem ættu auðvitað með það, þeir sem að geta að lifa góðu lífi þó svo þeir breyti lífsáttu sínum. Við vöktum líka athygli á viðtali sem var í afmælisriti Vísbendingar við Má Guðmundsson á Samstöðinni. Við drógum þarna fram að hann að leggja til þess að hann að benda á hversu neikvæð hlíðaráhrifin að ferðaþjónustunni. Bæði það þensluvaldandi í efnahagslífinu en hefur líka áhrif á húsnæðismarkaðinn og ýmis grunnkerfi og veldur þar alls konar vandamálum og Már eiginlega, hann ekki alveg beint að leggja það til en hann nefnir það samt að það veri eðlilegt að skattleggja ferðaþjónustuna á móti þessu. Og það í anda þess sem að OECD að leggja til að ferðaþjónustan verði hætt að gefa henni afslátt á virðisaukunum, hætt að leggja 11% skatt á ferðaþjónustuna eins og matvörur og annað slíkt heldur verði hækkað upp í efra þrepi sem 24%, að þetta sé ekki gáfulegt að þegar að það svona mikil þenslu valdandi þessi atvinnugrein og hefur ýmis konar neikvæð hlíðaráhrif eins og Már verið að benda á, að þá sé óeðlilegt að vera að veita þeim skattastyrki sem OECD kallar. Þorsteinn Pálsson var eins og formaður Sjálfstæðisflokksins og hann heldur út í skrifum á Kögunarhóli. Hann var að svona finna að hvernig Bjarni Benediktsson stilti því upp stöðunni í innflytjendamálum eða flóttamannamálum. Hann sagði að Alþingi hefði algjörlega brugðist og Þorsteinn var nú eiginlega að benda á það að það væri ekki kannski Bjarna að koma fram með þessa gagnrýni því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega haldið þessu ráðuneyti mörg undanfarin ár og á þeim tíma þar sem að hælisleitendum hefur fjölgað og ef við tækjum tímabili frá 1991 að þá Sjálfstæðisflokkur búin að vera með dómsmálaráðuneytið í 87% af tímanum. Þannig að það eiginlega sá aðili sem að síst ætti að geta gagnrýnt hvernig staðið að þessum málum væri í Sjálfstæðisflokkurinn því hann hefur eiginlega haldið á þessum málaflokki svo til einn. Það Ögmundur Jónasson og VG steig aðeins inn í þetta ráðuneyti og svo var á tímabili ráðherra utan flokka. En hann segir hann Þorsteinn að hann ekki bara að gagnrýna þetta, heldur hann að gagnrýna svolítið þessa ríkisstjórn frá hægri og hann að gagnrýna raunverulega að Sjálfstæðisflokkurinn skuli verið í ríkisstjórn með VG. Þorsteinn var formaður Sjálfstæðisflokksins og fór síðan yfir í Viðreisn og hann segir öllum á að vera ljóst að pólarnir í stjórnmálum geta ekki til lengdar náð saman markvissa stefnu og tekur undir það sem að Jón Gunnarsson hefur sagt þá staðreynd og hann hefur bara sagt að þetta sé bara rétt hjá Jóni að það ekki til lengdar hægt að halda svona ólíku flokkum inn í ríkisstjórninni. En það búið að vera ágreiningur ríkisstjórninni og svona kergja í gangi og ein birtingarmynd þess að það verið að reyna að setja svona lok á þessar deilur. Það er eins og foringjarnir í ríkisstjórninni hafi reynt að stoppa það að fólk væri að tjá sig, almennir þingmenn og annað slíkt. Ein birtingarmynd þess var að dagmál í Mogganum sem við segjum stundum frá, af því það er svona hægri hluti fjölmiðlaflórunar, var með þátt í morgun, þar sem að öfga hægri blaðamennirnir, Gísli Freyr Valdirsson og Andrés Magnússon höfðu eiginlega engan til að tala við. Það vildi ekki koma að tala við þá erfiðleikana í ríkisstjórninni, þannig að þeir töluðu bara hvor við annan. Það var önnur frétt sem við vorum með á Samstöðinni, það að Brexit svolítið að súrna, það er mikil vandamál í Bretlandi og nú það bara 80% þeirra sem að kusu með Brexit sem að telja að það gangi vel fyrir Bretland að vera fyrir utan Evrópusambandið. Þannig þetta svona ákvörðun sem að þjóðin tók, þetta naumur meirihluti en sem að hefur reynst svona elst mjög illa. Það var mjög fljótlega eftir kosningarnar sem að meirihluti Breta var á því að þetta hefði ekki gengið vel og nú undanfarin misseri hefur það verið þannig að jafnvel þeir sem að kusu með Brexit eru ósáttir við niðurstöðuna. Það er eitt mál sem í gangi í viðskiptalögunum, það tilraun til þess að sameina Regin og Eik stuttu eftir að Halldór Benjamin tók við Regin sem forstjóri, að þá var lagt til yfirtaka á Eik eða sameining á Eik. Það matasystkinin eru stærstu
hlutafarnir í eig og reyndar mjög stór í Regin líka. Þau hafa keypt í öllum fasteignafélögunum sem eru á markaði. En þau Gunnar Þór Gíslason sem talar oftast fyrir hönd þeirra systkina sagði í dag að þau veru ansnúin þessari sameiningu. Kannski ég að birta þessa frétt bara því að þetta eru kostulegar persónur, Halldór Benjamín, fyrrverandi framkvæmdastjóri SA og Gunnar Þór Gíslason, stjórnarformaður í Ölmu. Þeir voru í mikið í fréttum síðastliðinn vetur út af öðrum málum en eru núna sitt hvoru megin í þessum tilraunum til þess að sameina þessi fasteignafélög sem að við kannski skoðum einhvern veginn seinna því að fasteignafélög út allan heim eru miklu vanda og það eru bankar sem eru að lenda í vandræðum vegna þess að þeir eru að reyna að losa sig við lán til fasteignafélaga sem hafa fjárfest í atvinnufyrirtækjum. Kannski skoðum við þetta einhvern veginn seinna en það sem við ætlum að skoða núna eftir er eiginlega staðan í efnahagsmálunum, hvað það er sem að veldur því að ráðherrarnir vilja vera að deila alla skapaða hluti, annað en það að ræða við þjóðina það sem er nauðsynlegt að gera í efnahagsmálum út af vaxandi verðbólgu, út af álaginu sem er á grunnviðinni, út af þenslunni, út af kjararýrnuninni og fleira. Ég ætla að fara yfir stöðuna með Ásgeiri Brynjari Torfasyni hér eftir augnablik. Já, pólitíkin logar. Í þessu töluðum orðum er til dæmis hitafundur upp á Akranesi þar sem að fólk mætir til þess að gagnrýna og reyna að knýja á breytingar á ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur að fresta hvalveiðivertíðinni. Það er mál sem fór mjög illa í grasrót Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Það er deilt það. Það er deilt fleiri mál. Margt fólkin í VG er ósátt við hvernig Sjálfstæðisflokkurinn er að þröngva í gegn breytingu á áfengissölu. Telja að það eigi að ræða það mál, að það sé ákvörðun að breyta heilbrigðisstefnunni, lýðheilsustefnunni. VG er líka ósátt við svona, ég veit ekki hvort ég að kalla það stefnubreytingu, kannski frekar áherslubreytingu Sjálfstæðisflokksins sem er eiginlega boða aukna hörku í flóttamannamálum eins og það væri kallað. Það er eins og allir flokkarnir sem vilja undirbúa sig undir kosningar. VG flaggar hvalamálum, Sjálfstæðisflokkurinn flaggar harðri andstöðu eða boðar harðari aðgerðir í flóttamannamálum. Sigurður Ingi, formaður Framsóknarflokksins, heldur fundi alla daga og sýnir glæru hvernig hann ætlar að bora göng eða byggja upp húsnæði langt inn í framtíðina. Og maður veltir fyrir sér hvort að þetta séu málin sem að raunverulega ágreiningur er eða hvort að ástæðan fyrir því að flokkarnir láta svona er að þeir geta raunverulega ekki komið sér saman eða móta stefnu í þeim málum sem eru mest aðkallandi sem eru efnahagsmálin, lífskjarakreppan, aukin verðbólga og sýnileg átök á vinnumarkaði næsta haust að það sé að renna upp fyrir flokkunum að þau eru bara ekki tilbúin í þetta, allavega ekki saman og séu kannski að undirbúa sig að láta pólitíkina snúast á bara eitthvað allt annað og að fara í kosningar með það markmiði að láta þær snúast eitthvað allt annað en efnahagsástandið. En til þess að reyna átt okkur á því hvert raunverulega verkefnin væru í efnahagnum ef ég fengi hingað Ásgeir Brynjar Torfason til þess að hjálpa mér við að skilja það. Hvað segjum þetta væri rétt útlistun hjá mér að stjórnarlega væri svolítið ættu í erfiðleikum með að horfast í augu við kannski þau verkefni sem ættu sannarlega að vera að glíma við. Hvað væri það sem að ríkisstjórnin ætti að vera að hugsa til þess að bæta lífskjarakreppuna, til þess að vinna á verðbólgunni, til þess að styrkja efnahaginn, til þess að draga úr ofþenslunni? Hvað er það sem við ættum að horfa á? Það er eiginlega svolítið eins og að vera runnin út á tíma núna og þess vegna sé panikið mögulega. Það sé fyrst núna að renna upp fyrir fólkinu við stjórnvöldin það sem við höfum verið að ræða hér allt síðast ár. Það er að segja að það hefði þurft að hækka skattana í fyrra og á þessu ári en ekki að boða það aðhald í fjármálaáætlun eða breyttir í fjármálaáætlun fyrir næsta ári eða þar næsta ári. Og eilitla hækkun á fyrirtækjasköttum eftir næsta áramót. Já, og
og þetta svo hræðilega vont að því núna birtist hér og í Bretlandi hvernig verðbólgan sé að festast í sessi meðan hún farin að lækka í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu. Þetta einhver leiti svona tengt við eyríki og einangruð eða sem eru fyrir utan markaðin eða bara hálfvinna honum að þá missur af einhvern veginn því að ná að takast á við þetta. Ég var nú að koma frá Evrópu bara í gær og það undir 3% verðbólgu, bæði Spáni og Grikklandi. Þjóðverjar lækkuðu kortið í Sund niður í 15.000 kall. Það náttúrulega svona ofþensla eins og hér. Reyndar ekki ofþensla í Bretlandi heldur. Nei, en við hækkuðum sundkortið og sundkortið hér kostar þrefalt á við sundkortið í Þýskalandi og þeir eru ekki með heitt vatn. Það voru fjöldi svona aðgerðar, lækka í lestarnar, strætóin. Jafnvel það sem var lækka í COVID, það var ekki hækka tilbaka eða þá bara pínu lítið, ekki upp í það sem það var áður. Hér var allt hækkað til þess að reyna að láta ríkis útgjöldin einhvern veginn ganga upp, en samt ríki hér reiki með halla ennþá, meðan að Grikkland komið í jákvæðan rekstur, lækkaði sína ríkisskuldir 20% í fyrra. Við erum að bæta við þær ennþá. Þannig að sko og svo kemur OECD með skýrslu úttekt og segir það meiri sé að gagnrýnir loftslags aðgerðaleysið hér á landi og maður heyrir bara hvers að þannig að tala meiri virkjanir sem einhvers konar lausn við því sem alveg það alveg furðulegar þversagnir í aðgerðunum. Sigurður Ingi sem varst að segja tilkynir áframhald á hlutdeildarlánunum þegar að sko Seðlabankinn að reyna að lækka húsnæðisverð að þá á að lána fólki verðtryggt viðbótarlán. Ég bara rétt búin að skoða þetta en fyrir mér virðist þetta sko vera hálfstór hættulega sko því það verður það sem taka lánin. Já. Það getur nætti vandræðum eftir 10 ár þegar ríkið vill fá peningið tilbaka. Það lítur svolítið þannig út núna og þetta gengur á móti því sem verið að vinna annars staðar. Þetta voðalega fínt kerfi fyrir eins og ástandi sem var þegar húsnæðisverð var að hækka meira en verðbólgan. Og ég sé ekki hvernig þetta á að draga verðbólgu eða draga úr þenslu á húsnæðismarkaði sko. Þannig að þetta mjög áhyggjuvaldandi hvernig efnahagsaðgerðina hérna eru svo úr takti við það sem að gerast annars staðar og við það sem þyrfti að vera að gera hér. En ef við hérna reynum að greina á milli, einhver leiti vandi íslenska stjórnvalda annar en Evrópu. Já. Hér mikil þensla, hér flestir og ammaðir að byrja að kvarta yfir of miklum vexti ferðaþjónustunnar. Már Guðmundsson núna síðast og miklu fleiri sem hafa verið að benda á þetta. Stefán Ólafsson, við erum að nefna. Það bara ferðaþjónustunnar vaxið allt og rætt og það bara sem hefur bæði áhrif á því að það svona verið ofheitnun í hagkerfinu en það reynir líka á grunnkerfi eins og húsnæðiskerfið. Já. Það mennta- og heilbrigðiskerfið sem að bresta. Það oft verið að tala að sjálfstæðisflokkurinn haldaði fram að þetta sé flóttafólkinu að kenna en það er náttúrulega miklu meiri áhrif af hröðum uppvexti í ferðaþjónustu sem álag á grunnkerfi. Við erum að verða 400.000, það eru 70.000 íbúar sem eru fæddir annars staðar sem að við höfum einhvern veginn bara ætlað að taka sko jákvæða hlutan af svona í vertíðarandanum en ekki átta okkur á því að við þurfum uppbyggingu samhliða því. Við getum ekki Þetta fólk þarf húsnæði og heilbrigðisþjónustu og menntaþjónustu eins og allt annað. Ég meina, ég var út á Greiklandi, Krít að byggja nýjan alþjóðaflugvöll. Krít ekkert mikið stærra en Ísland, 250.000 fleiri. Þeir eru með 8 milljón ferðamenn, að byggja nýjan alþjóðaflugvöll. Þannig að ferðamennum fjölga í 16 milljónir. En það líka verið að byggja upp svona resort, svona hótel og aðstöðu fyrir ferðamennina til þess að taka á móti þeim. Og að sjálfsögðu náttúrulega stækkaðir þá allir innviðir samhliða því að því að þú getur ekki bara fyrst byggt flugvöllin og svo ætla að redda hinum að þú getur ekki bara byrjað að fá okkar flugvélar hérna til Akureyrar ef það er ekki síðan til hótelrýmiðar hérna. Það bókar engin flug ef hann getur ekki bókað hótel. En líklega vantar ekki svo mikið hótel hérna því að
einhvern veginn þegar ég var að reyna að átta mig á þessu, þá var sagt að til dæmis samdrátturinn í byggingu íbúðarhúsnæðis að það var ekki sambærilegur samdráttur í byggingu á hótelum. Nei. Því að þar er svo mikill vöxtu framundan, þar þeir sem að byggja þau eru bjartsýnn framtíðina, vaxtahækkunin hefur minni áhrif á það, dregur hefur ekkert úr þeim. Ef við horfa fram á 20, 30, 40, 50% sko vöxt í greininni, þá hefur 1%, 2%, 3% vaxtahækkun sáralítil áhrif á því og meðan að kannski að þeir sem ætti að fara að kaupa dýra íbúðarhúsnæði sem að gefa frá verktökunum, að það er bara too much. Já. Nei, og þetta er vissuleiti svona böl hvað er að ganga vel. Hagvöxturinn hérna er meira enn í Kína, sko. Og við ráðum bara ekki við þetta, eins og Már sagði í þessu mjög merkilega viðtali í afmælisriti vísbendingar og ég held að sé opið á vefnum í heimildinni eða vísbendingu þetta viðtala. Við vísum á það á samstöðinni, þú getur farið á samstöðinni og fundið viðtalið. Eiginlega merkilegasti punkturinn í því viðtali sem mér fannst var þegar hann var að leiðrétta mjög alvarlegan misskilning hér á landi varðandi það hvað aðhald í ríkisfjármálum þýðir. Það er ekki niðurskurður eða endilega draga úr útgjöldum. Aðhald ríkisfjármálana getur birst í því að hækka skattana. Eins og við höfum verið að ræða hér allt síðast ár. En bara svona siðavandir seðlabankamenn, þeir fara ekki inn á svið pólitíkurinnar eða segja beint út við ríkisstjórn þið þurfið að hækka skatta. Það er gert með þessum milda orðalagi. Það þarf að auka aðhald ríkisfjármála og það er ekki endilega niðurskurður. Það er betri leið til að draga verðbólgunni, að draga fjármagn út úr hagkerfinu frá þeim sem eru með ómikið fjármagn en ekki þeim sem eru lægst niðri að berjast við lífskjarakrísuna og að þetta hafi ekki verið gert og það, ef að það er megin skilningurinn þannig einhvern veginn misskiln á þessu grundvallar hugtaki og fyrir seðlabankastjóri þarf að koma í svona starfsloka viðtali á nokkurum árum eftir hann hættir að sko við erum búin að horfa upp á 2-3 ár þar sem þetta er ekki gert, var ekki gert, að það gerir vandan svo miklu meiri núna og allar reddingar eftir á svona lappa upp á verða miklu erfiðara því menn sinntu ekki efnaðarstjórnuninni þegar það þurfti mest á því að halda. Það er sérlega alvarlegt að reka ríkissjóð með halla þegar verðbólgan er komin og hún er svona mikil. Þó það hafi verið sérlega gott að reka ríkissjóð með halla í COVID faraldrinum að þá mátti ekki bara halda því partíi áfram og það var mjög auðvelt að hækka vextina. Nei, hækka skattana, frekar heldur en að hækka vextina. En varðandi ferðaþjónustuna, þá Már talar aðhaldsaðgerðir og meðal annars skattahækkanir. Hann talar líka sko að það þurfi að leggja á sérstakka skatta á ferðaþjónustuna. Hann reyndar segir það ekki, hann er reynir að vera kurteis, en hann þylur þetta upp sko, gistináttagjald og komugjald og allt þetta. En ég ætla svo sem þetta eru bara ákvörðun stjórnmála og hvað hann ætla að gera, en hann nefnir allt saman. OECD hefur líka lagt til að það sem er þetta að kalla skattaafsláttur til ferðaþjónustunnar í lægra virðisaukaskattsþrepi, 11% virðisauka, sem er líklega lægsta í Evrópu. Stórskaðlegt. Þannig að eina af aðgerðum mætti að vera að setja ykkur hömlur á vöxt ferðaþjónustunnar. Já, og bara náttúrulega sko komugjöld, þetta var áætlað 2019 þegar flugfélagið fór á hausinn og þetta er nú bara meira sér í álitsgerð fjármálaráðs þá 2019 gagnrýndi við ráðið það sem er mjög óvenjulegt af því að við vorum með svona ráð líkt og Seðlabanka passa sig að fara ekki inn og segja hvort þú að skera niður að hækka skatta fara ekki inn á ákveðin svið en þarna var ástandið svo alvarlegt að við tókum það fram í álitsgerðinni að það væri mjög slæmt að vera að fresta eða því var fresta þá það er ekki ennþá komið á komugjöld hérna og að það vera að gefa eftir skatttekjur það á svona stórvaxandi grein því að ég meina þetta er í öllum borgum og bæjum hérna gistináttagjald og þetta er hinn klassísku allt og miklu völd sérhagsmunahópana
Og það hafði verið tafið þarna, þú veist, nefna þetta hefði átt að koma 2019, en þá hafði það verið ákaflega lengi á leiðinni, við vorum að velkjast í ríkisstjórn, nokkru ríkisstjórnum og loksins þegar það búið ákveða þá var gripið fyrsta tækifæri til þess að fella það niður. Og við erum bara að borga þetta með okkar venjulegu skottum þá, þessa uppbyggingu á vegakerfinu og heilbrigðiskerfinu sem þarf fyrir þessa ferðaþjónustu og við borgum það ekki vegna þess að það er ekki uppbygging. Nei, já, þarf ekki. Já. Þannig að við borgum þetta með því að það er bara lengri tími að bíða eftir heimilislækni, að það er húsnæðismarkaðurinn er bara stjórnlaus. Ég veit ekki hvað leigjendur eru að borga í hverju mánuði sem að vera eftir að reikna út sem of há leiga út af ástandinu. Já. Það er náttúrulega ótrúlega skattheimta á leigjendum að láta þau búa við brotið húsnæðisins. Það getur 20 milljarða ári sem að leigjendur eru að borga hér út af hagstjórnarmistökum. Þetta er eiginlega svona mínar verstu áhyggjur frá sem síðustu 2 árum sem við höfum verið að ræða með þetta hérna er einhvern veginn bara líta bara verr og verr út og það kom mönnum óvart núna í vikunni í Bretlandi að verðbólgan þar er að festast líka í sessi ólíkt í kring og Seðlabanki þar hækkaði 0,5%. Ég meina hér erum við náttúrulega komin langt fram úr öllum öðrum og þó menn hafi fengið verðlaun fyrir að vera fyrstir í að hækka að þó við höfum verið fyrst í að hækka og hækka mest að þá erum við samt eins og Bretland með á breiðum grunni viðvarandi verðbólgu sem verðist ekki vera að fara niður og það er hræðilegt ástand og það er það þyrfti að vera svo margt gert samhliða eins og við værum í raun og veru faraldursástandinu þegar voru gerðir alls konar hluti sem voru ómögulegir. Þar að ekki þyrftu við að vera að gera það út af loftslagsmálunum eins og fráfarandi loftslagsráð var að benda á. Og OECD meiri sé að blanda sig inn í að það er ekki verið að fylgja eftir stefnunum sem er sett með loftslagsmáluna því að við erum bara að menga mest og gerum einhvern veginn ekkert í því. Sko. Ég meina Aþena er að byggja metrókerfi bara eins og er í Kaupmannahöfn og það er tilbúið eftir 2-3 ár. Torino er búið að því fyrir nokkrum árum. Þú veist, ég meina Ítalía, þú veist, það er búið að vera að taka á málum á undanförnum árum og svo var bætt í sérstaklega í faraldrinum og lögð áhersla á að það væri next generation fyrir komandi kynslóðir, auka recovery og resilience, þannig að auka þróttin og vera viðbúin öllum þessum áskorunum sem koma af loftslagsvánni, að nýta það sem að farði að gera í faraldrinum til þess að búa til betra og sterkara samfélag og síðan kemur þetta stríð þar að auki og þá þurfum við að auka í þau útgjöld en þetta er verið að gera á öllum sviðum nýja hluti í gegnum alla Evrópu með það sem ég hef séð á ferðum mínum þar en hérna einhvern veginn er eins og að það hafi bara átt að keyra þetta áfram eins og við rödduðumst í gegnum hitt einhvern veginn ekki að taka á neinum erfiðum málum að því það er erfitt að komast að niðurstöðum og þá verður bara allt verra og svo endanum einhvern veginn hrynur undan því og þá, ef að það er rétt greiningin þín að þetta sé bara svona lafi saman á hver flokkur sé að gera sitt og það séur nú engin sameil efnast og þegar það er ekki bara ég sem er að segja það er bara allir að segja það við tala við þingmenn inn í stjórnarliðinu sem er að segja það sko. En hún þyrfti að vera það sko á loftslagsmálunum eins og OECD og loftslagsráð segir þyrfti að vera samvinna í öllum aðgerðum milli ráðuneyta og það þyrfti líka út af verðbólgunni og efnahagsástandinu þessum þverstæðum, það er svo mikill hagvöxtur en líka mikill verðbólga það gengur svo vel á sumum sviðum en svo illa á öðrum og þá þarf að beita samhæfðum og jafnvel óhefbundnum aðgerðum til að stemma það af en ekki bara einhvern veginn vona það reddist og svo verður allt verra og verra. En hver eru verkefni? Það eitt af verkefnunum er að stoppa ofþensluna í hagkerfinu með því að setja einhverja smá angeri á vöxt ferðaþjónustunnar eða væri ástæðan fyrir að það þarf að gera er að samfélagið bara ræður ekki við þessa fjölgun íbúa sem að ferðaþjónustunum kallar á. Það er á fyrsta ársfjórðungi þessa árs að þá fjölgaði íbúum 3,6% frá fyrsta ársfjórðungi árið undan.
þannig að það var 3,1% í fyrra, þannig að sko vöxturinn ennþá á miklu svingi. Er það ástæðan að við verðum að hafa minni hagvöxt, eða ástæðan svo að við verðum að vegna þess að hagvöxturinn drifin áfram að ferðaþjónustunni sem svo vinnuaflsfrek grein sem leggur svo mikið álag á svona grunninnviðina að við þolum ekki sko vöxt hennar sko sérstaklega vegna þess hvaða áhrif hún hefur á grunnkerfi samfélagsins. Já sko, við myndum alveg þola það ef við byggðum grunnkerfin. Ef við myndum skattleggjana bæði með og nota peningana í því að byggja þau upp en ekki að nota þá í einhver aðra milsu. Sko. Þannig að en þetta þarf að vera á mörgum sviðum aðgerðir skattleggja sko fyrirtækin sem það þola, ekki endilega smáfyrirtækin heldur skattleggja fyrirtækin sem eru all hluta til að kynda undir þenslunni, skattleggja efri millistéttina þá sem hafa það gott í samfélaginu sem eru að kynda undir þenslunni, því það er ekki neðra lagið sem er að kynda undir þenslunni. Og þannig færðu meiri tekjur inn í ríkissjóðinn til að byggja upp það sem þarf að byggja upp til að standa undir þessari fjölgun, því sko hún út af fyrir sig er áskorun, að byggja, eins og við sjáum bara í leikskólaplásum og svona, það er náttúrulega að byggja fullt af leikskólum og skólum og það þarf að byggja stærri spítala eða hraðar eða stækka fleiri spítala, þú veist það kerfið, ég meina við erum að fara úr því, það er örstuð síðan við vorum 250.000 eða 300.000 og við erum að verða í árslok kannski 400.000 og við getum ekki bara verið að sko taka hagvöxtin af því og hagnaðinn og dreifa honum á efri helmingin og einhvern veginn halda síðan að hitt reddist bara með. Sko. Vöxtur í ferðarþjónustunnar er kannski jákvætt fyrirbrigði, ætti að vera, ef að tekta haldunum þannig að hann raski ekki náttúru og samfélaginu. Fjölgun Íslendinga ætti að vera jákvætt fyrirbrigði, þegar maður horfið út frá hagfræðilegu sjónarmið, að fá hinga fólk inn á vinnualdri, án þess að hafa kosta til uppeldis þess og fleira, er náttúrulega bara happatrætisvinningur. En samt virðist sko umræðan í stjórnmálum vera snúist inn á það að þetta sé ekki ávinningur að fá allt þetta fólk hingað til lands, heldur sé þetta bara kostnaður. Já, er það ekki bara einhvers konar flótti frá sko stóra vandamálinu sem þú átt að vera kljást við, sem er úrlausnarefnið og þá er svona auðveldar að taka finna eitthvað svona utanakomandi óvinn eða taka eitthvað svona einfaldan þátt og leggja kastljósið á hann. Þetta er svolítið sko ber keim af svona populískri aðferðarfræði meðan að populistanir eru að tapa og deyja og hverfa falla út á þingi og fá sér ákærur í heiminum í kringum okkur þá er það ekki íkjur. Ef þú horfir á til dæmis Finnland, þar eru þeir í stjórn, Svíþjóð eru í stjórn, Ítalíu eru þeir í stjórn. Ég spáði að Vox fari í stjórn sko á Spáni núna bara í næsta mánuði. Þannig að ég meina svona flokkar eru að þeirra vægi er að aukast á ótrúlegustu stöðum að því að við erum að lifa svo ótrúlega umbrotatíma, ekki bara með stríðinu, heldur líka loftslagsvóni og afleiðingunum af faraldrinum og verðbólgunni sem kom allt í einu skyndilega. Allt þetta saman hjálpar til fyrir svona, en ég var nú svona að vísa í þessa stóru frægu Trump og Bolsonaro og síðustu ára. Þannig ég svona trúa á sko réttaríkið og lýðræðisleiðin út úr því þegar að fólk sér sko afleiðingar, en við vorum hérna það er ekki alltaf pólitískt sko, það er ekki en sigur að koma anstæðingi sínum í fangelsi. Lula satt þetta í fangelsi, hann er núna forseti í Brasilíu. Það er ekki að sjá að sko málaferli gegn Trump drægi úr vinsældum þess. Nei, en það held ég að það sé nú ekki endilega markmið að koma í fangelsi, það er verið að tryggja að hann fari ekki framboð fyrir flokkinn heldur en annar. En þessi aðferði að nota sko kærur og dómstóla í pólitískri baráttu, það er ekki alltaf sem að það er en best að vinna í pólitík að vinna hérna pólitísku glímu. Já, en við verðum að sko trúa, og það var nú hérna stórfundur og
ríki Evrópu meir og minna að treysta grundvöldur réttaríkisins og þá verðum við líka að fylgja þeim sko reglum og aðferðum sjálf. Við getum ekki bara sagst þetta að leggja niður einhverja stofnun að því okkur líkar hún ekki, jável þó að það sé bankasýsla ríkisins, við verðum að fylgja reglum, ég held hún sé þá til stafnum, það þarf að veita áminningu eða fara í skipulagsbreytingar og koma það maður eða, ég meina, það er ekki hægt að boða bara lagabreitingum að auka völd ríkissáttasemjara í miðri deilu einhvern veginn til þess að þú byrði ekki til sátt með því, skilur, það verður að sko trúa, treysta og fylgja reglum réttaríkisins og lýðræðislegum aðferðum til að takast á við vandan sem við erum sko að glíma við, sem ég held að bara allt og margir hérlendis átti sig ekki á hversu mikill orðin og búin að verða að byggjast upp. Ég meina, Grikkir voru í mjög mörg ár að vinna sig út úr sinni kreppu, eru í fínni uppsveiflu núna, þó að hagvöxturinn sé ekki nógu mikill, að þá er fjárfesting það, þeir eru að borga niður skuldinar, vextirnir af þeirra skuldum er ekki á miklir, þeir eru með tekjur, þú veist, Grikkir eru að borga helmingi meira af sinni landsframleiðslu í barnabætur en við. Þeir eru að skattleggja 39% af landsframleiðslunni, við erum með 35%. Þú veist, það er eins og við höfum svona komist upp með að láta svo margt slæta og svona treysta á að myndi reddast og það hefur reddast að því við fengum ferðarþjónustu eftir hrun og svo fengum við fullt af penningum út úr slitabúunum og svo borgum niður skuldir og svo þú veist, þannig að eiginlega hefur allt og margt reddast of vel og þess vegna held ég við séum í þessum erfiða graut núna sem einhvern veginn enginn vill horfa á vandan í miðjunni heldur benda á eitthvað að fókusera á eitthvað svona smáatriði fyrir utan stóra vandan. Ok, en hvert getur þetta þróast? Það er ekkert sem bendir til þess að dragi úr vexti ferðarþjónustunnar. Það er ekkert sem bendir til þess að dragi úr þar með það að flytja inn fólk til þess að sinna þessu. Það mun þar alveg ekki draga úr álaginu á grunnkerfin. Það er ekkert sem bendir til þess að ríkisstjórnin sé með einhver átök í því. Ég held að það var nú Björn Ingi Hrafnsson sem var einu svona áhrifamaður í Framsóknarflokknum vakt upp viljan sem er svona hans prívat fjölmiðill í dag til þess að skrifa ástand á stjórnarheimilinu og hann sagði meðal annars að það er enginn sem að trúir glærusýningum Sigurðar Inga. Það sem hann er að boða sko stórfellda uppbyggingu í húsnæðismálum eða jarðborunum eða öðru slíku þegar sko fjármálaráðurinn er hinum megin að boða sko stórkostlegt aðhald. Það vita allir að þetta er ekki raunveruleiki sem hefur verið að sýna á glærunum. Þannig að það er engin svona alvöru vilji í innviða uppbyggingu sem að þessi ríkisstjórn þó 2017 var byggð í kringum. Það voru svona væntingar að þetta er ríkisstjórnin sem ætlaði bara að byggja hér upp innviði og allir eru svo ánægðir með lengi. Þannig að þróunin er svona fyrirsjáanlega þessi. Ég veit ekki hvað þú viljið spá verðbólguna, hún var ekkit svívirðilega há síðasta mæling, það kemur ný mæling núna í næstu viku. Já, sko, varðandi verðbólguna, hún er mæling á hækkun frá því fyrir ári. Þess vegna er hún að fara niður út í Evrópu og í Bandaríkjunum, af því að það var toppur og síðan virk samkeppni þar þannig að menn leyfa sér ekkert, get ekkert leyft sér að halda áfram að hækka. Það sem að gerðist strax í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu þá hækkaði snöggt orkuverð sem að ýtti verðbólgunar upp. Nú er þetta meira en 12 mánuðir síðan það var og þar lendir þetta ekki að mælast núna. En hér reyndar eins og í Bretlandi, þar er hún líka ennþá upp að því þar eru launahækkanir vegna þess að það er skortur á vinnuafli og þeir get ekki einu svona flutt inn vinnuafli á Evrópusambandinu eins og við getum þó ennþá. Þannig að þar er hún að halda áfram og matarverð, það var nú skortur og eggjum og alls konar þar, þú veist, út af því að þeir fóru út úr Evrópusambandinu og þá fengu þeir viðbótar vanda en sko hér á landi er síðan þar að auki þetta rugl með að við mælum húsnæðisliðin í verðbólgunni öðruvísi. Þannig við erum búin að búa til
þú veist, við bjuggum til með lækkun vaxtana í COVID, hækkun á húsnæðisverðinu með hérna aðgerðansalbangos og núna erum við síðan að búa til áframhaldandi verðbólgu með í raun og veru því hvernig við mælum verðbólgun og skortinu sem á húsnæðinu þó að raunverðið sé ekki hækka eins mikið á var að gera og raunverð atvinnuhúsnæði sé í raun og veru að lækka að þá svo mikil skortur á íbúðarhúsnæði ennþá að það allavega dregur ekki úr verðbólgunni Nei. Og ef við tökum það í burtu sem svona samræmda vísitalan sem að Evrópska hagstofan tekur saman að þá meiri verðbólgu í Íslandi svo þetta fara svolítið til hérna Austur-Evrópu til þess að finna. Við erum orðin aftur svona skjön við okkar heimsluta. Já, og við síðan náttúrulega flytjum inn og menn eitthvað kannski að vonast til að núna þegar verðbólgan sé að minnka erlendis að við getum farið að flytja inn þá minni innflutta verðbólgu en sko og svo ætti náttúrulega krónan að styrkjast raunverulega með þessum ferðamannaströmi. Já, en þar á Seðlabankinn að vera með tæki og tól til að fylgjast með og hafa áhrif en þar kannski vissmandi ef að menn trúa á annars vegar í verðbólgustýringunni hérna bestu vísitölumælingu heimi sem öðruvísun aðrir með og trúa á eina kenningu umfram aðra varðandi peningamagni að það muni samkvæmt módelinu eiga að ná að lækka verðbólguna með hækkun stýrivaxtana að þá sko það alveg ótrúlegt að horfa á hér þegar hún síðan gerir það ekki einmitt af því að úti í heimi svo lífleg umræða meira sem meðal meginströmshagfræðinga fyllilega viðkennt að verðbólgan nú bara svo flóki þeir eru búin að læra það á síðustu 2 árum eða síðasta ári að sko atvinnuleysi átt að fara upp samkvæmt þeirra kenningum þegar stýrivextinum hækkar en gera ekki og þeir viðkenna það sé bara svona einhver ráðgáta og þeir viðkenna meira og minna núna sko meginströmshagfræðingan að verðbólgan nú flóki fyrirbæri og við vitum í raun og veru ekki alveg í kenningum þjóðhagfræðinnar hvernig verðbólgan myndast. En hér einhvern veginn látið eins og menn viti það alveg upp í Seðlabanka og séu búin að rekna það út og muni hækka stýrivextina bara á sko í síðan ferðamanna bólunni þar sem við heldur hagvextinum að þá þetta einhvern veginn bara hræðilegt upp á að horfa sko, þegar maður búin að vera burtu lengi og fylgjast með alþjóðlegum umræðu sem á allt öðrum stað. Sko. Aðeins og verðbólguna að innflutt verðbólga, hún að minnka. Það ekki sérstök hætta á því að verðbólga hækki vegna falls krónunnar. Hvaðan kemur það verðbólga? Þá þetta bara innlendur kostnaður sem að hækka, innlend afleiðingar af innlendri þenslu, svakara verðskinni, meiri fákeppni. Bæði það sem kallað út í greedflation, sem verðbólga vegna hagnaðaraukningarnar, en líka hér vegna launahækkana. Það voru að koma tölur, ég sá það bara í morgun eða gær, ég meina Launavísitalan var hækkun 0,6 sem bara nákvæmlega sama og var hækkun verðbólgunar í maí, það í fyrsta skipti í næstuð í heilt ár, þar sem á síðustu 12 mánuðum að launavísitalan heldur í við verðbólgu, sem að bendi til að sé eitthvað launaskrið þannig. Og það í svona miklum hagvexti og það sem skortur á vinnuafli, það bara einhvern veginn ég sé ekki eðlilegt en viðbúið þú veist, við hverju öðru ætluðum en að búast og þá viðbragð, þá þurfum við bara að hækka 2% stýrivexti næst og meðan að út í heimi öll áherslan á, það þarf að hækka vextina en óvarlega þannig við keyrum hagkerfið ekki inn í samdrátt og við þurfum að finna þetta jafnvægi. Hér einhvern veginn umræðan á allt öðrum stað, bæði vegna þess hvernig menn trú á kenningar upp í Seðlabanka og hins vegar hvernig þenslan og þá, ég átta mig bara ekki á hvernig það mun endað, að því að hvenær menn fá raunveruleikan í andlitið og átta sig á kannski að kenningarna sé ekki alveg í samræmi sko, af því að það sko á vísað í svona stórmerkilegu viðtali við Seðlabankastjórann í Morgunblaðinu að það sé hagfræði, grundvallar hagfræði sko, en út í heimi það viðkennt að þetta sé
svona í grunnkursum í hagfræði kennt en það sé nú ekki þannig sem raunveruleikin virki. En hér keyrum við efnahagsstefnu eftir þeim kursum í hagfræði og einföldu líkunum sem að út í heimi fyllilega viðurkennt að stemma ekki við raunveruleikan og ekki allt og einfaldar forsendur. Kannski erum við bara með og einfaldan svona umræðu vettvang á Íslandi, hann þóli ekki flókin veruleika, verður bara að tala út frá okkur mótmælum. En við erum búin að vera að tala mest hvað ríkisstjórnin hefði átt að gera. Framundan eru síðan kjarasamningar og þú nefndir hann með launaskrið. Þegar það næstu 10% verðbólga og það launaskrið og þá það hækkanir sem að fara svona frekar í efri hluta launastigans, því að þeir sem eru neðar hafa færri tæki til þess að þrýsta á launahækkanir. Tala ekki þegar það er mikill innflutningur á starfsfólki sem að dettur bara inn á bergstrípaða taxtana að ég held að sé þannig að flest þessi mannaflsfreku ferða þjónustufyrirtæki og byggingafyrirtæki og fleiri taki bara inn fólk á lægstu töxtum. Þannig að það eykur enn svona ójafnvægið í aðdraganda kjarasamninga þar sem að lægstlaunað fólkið það er búið að fá alla sína hækkanir núna og síðan mun verðbólga bara éta það í júní og júlí og ágúst og september og október og nóvember og desember og janúar og það engar varnir fyrir því, ekki launaskrið til þess að bæta það upp eða neitt, engar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að laga þetta í gegnum skattkerfið, þannig að það mun verða vaxandi krafa töluverðar kjarabætur til hinna lægstlaunuðu þegar að hinir sem eru kannski fyrir ofan eru búin að taka inn einhverja kjarabætur með launaskriði. Og þá horfir, eins og við vitum, þá horfir Seðlabankinn og ríkisstjórnin á leiksvið og segir við getum ekki látið fátækafólki fá launahækkanir því að það mun þá fara upp til þeirra sem eru þegar búin að fá það. Og þannig að það verður ákafur vilji stjórnvalda að standa gegn kröfum verkalýðshreyfingarinnar raunverulega bara eiginlega kjara leiðréttingu. Og til þess að geta veitt hana, ef ég má halda á að þá þyrfti ríkisstjórnin að breyta skattkerfinu þannig að því að það er núna, það er svo mikið tekjutengt allar bætur og meira segja persónuafsláttur og annað slíkt að ef að fólk sem er með 450.000 krónur í laun núna fær 50.000 krónur í launahækkun að þá mun lækka húsnæðisbætunar hjá því, vaxtabætunar og barnabætunar, þannig að kannski þegar upp er staðið að þá tekur Bjarni Benediktsson kannski 28 skall af þessar uppæð, en fólki fær bara 23, þannig að það bara kerfið sjálft einhvern veginn þannig uppbyggt að það eiginlega vonlaust að bæta kjör hinna verðsettu. Já, og nota benni höldum þeim staðrendum samtlaga, þær hafa verið bættar kjör í neðsta hlutanum undanfarin ár, en sem það var áherslan í síðustu samningum, alveg frá 2015. Já, og það var í vissu leyti leiðrétting frá hrunn, þannig að það er ekki eins og það hefur verið einhver efnahagsstefnuleg breyting, það var bara að vinna upp hrapið það. Og þá var ég að geta þess að eftir hrun að þá var skertar örorkulífeyrir og ellilífeyrir og það hefur ekki verið leiðrétt. Þannig að það setur ennþá eftir. En verkalýðurinn, honum hefur tekist í gennum samningana 2015 í lífskjarasamningana, einhver leyti í síðustu samningum, að svona reyna að halda í horfinu. Já, og aftur, svo ég vísi alþjóðlegu umræðuna út í heimi, þar er talað það af hagfræðingunum bara sem eðlilegt að kjara baráttan felist í að vinna upp tapið af verðbólgunni eða halda í við verðbólguna. Kannski það sé 1-2% raunlauna lækkun í staðan fyrir 1-2% raunlauna hækkun. Þú veist, maður er einhverjum svona baráttan á því bili þar, en engin hagfræðingur út í heimi vill keyra inn raunlauna lækkun og sérstaklega ekki á þeim lægst launuðu að því að það mun keyra hagkerfi í samdrátt. Við erum hérna einhvern veginn síðan með þetta mikla hagvöxt og síðan þetta bjagaða gap í struktúr samfélagsins sem er búið að gliðna og vaksa og að hluta til byggt á skattkerfinu og uppbyggingu þess og hluta til á þessari þverstæðu að við erum að reyna að þykjast vera norrænt velferðaríki en erum með skatthlutfall á við Engilsaxnesk Bretland Bandaríkja
sko 35% bara í meðaltali OECD, sko, meðan að eins og ég var að benda á, suðrænu ríki Evrópu eru hærri en við, með kannski 37-39%, meðan við erum með 35%, en síðan eru Norðurlöndi með 40-45%, og sko þar eru líka Frakkland, Austurríki, Ítalía, þú veist að við munum aldrei geta sko leist úr þessari gliðnu, þessu gapi. Við höfum geta redda okkur í gegnum með því að, þú veist, hlaupahraðar, þú veist, fólk í heilbrigðiskerfinu, fólk í menntakerfinu einhvern veginn heldur öllu á lofti með því að leggja meira á sig. Vextlaunaða verka fólki bara með því að vera í 2 og 3 vinnum. Sko. Já, en á endanum sko þá brotnar svona niður sko, því það er ekki hægt að halda því stöðugt og það reynir á það sko þegar að við snúumst úr því einhvern veginn þegar allt er á uppleið og allt reddast, þegar það reynir á núna í erfiðleikunum af verðbólgunni, þó við séum síðan með uppsveiflun og hagvöxtin, að þá er það einhvern veginn ekki að hjálpa okkur í verðbólgubaráttunni. Þannig við erum að fá svona blönduna af því. En það framundan í haust ættu að vera flóknisamningar. Það eru miklar og ákafar kröfur frá verkefnisreiningunni einhverja kerfisbreytingar. Meðal annars út af þessu sem ég var að segja áðan að sko kerfin okkar eru bara þannig að þau vinna svo mikið gegn fólki. Þau eru tekst að bæta kjörðin sko 50 skall fyrir minnstæði sjálfur. Sko, því að það er svo harðar skerðingar og það húsnæðiskerfið er í lamasessi, það er mikil krafa á landsbyggðinu að bæta sko heilbrigðiskerfið. Það ástand er komið hingað á höfuðborgarsvæði þar sem að fólk þekkir sem á erfiðleikum með að fá tíma hjá heimilislækni. En það er ýmsar svona kröfur. Og þetta getur verið bara áhugavert úrlausnarmál fyrir ríkisstjórn sem er bara heilbrigð og í góðu standi. Mjög spennandi, bara mótun samfélagsins, en hún er bara ekki klárið það. Nei, og það er meira sér auðvelt að gera það í hagvexti ef þú hefur pólitíska hugrekkið til að takast á við það að útskýra fyrir fólki að ef við ætlum hér að reka velferðarsamfélag á við Norðurlöndin þá þurfum við að færa skatt innheimtun okkar nær þeim og ef við ætlum að við getum ekki bara sko hækkað laun lækna og hjúkrunarfræðinga til samræmis við það sem er á Norðurlöndunum ef við komum fram úr því ef við heimtum ekki inn tekjur fyrir ríkissjóð til að standa undir því til mótsvæðis við það og hitt er síðan það að sko þetta er auðveldar að gera í hagvexti heldur en þegar samdráttur eftir hrun en það verður líka að koma fólki í skilningum það að sko herrkostnaðurinn af veiru faraldrinum hann er ekkert að fara. Það er engin þrotabú, slitabú að fara að koma og skila hér einhverjum 100 milljarða til að endurgreiða það eins og síðast. Þannig að það liggur allt á ríkissjónum í viðbót við verðbólgu og svo erum við náttúrulega sér á partí í heiminum með það að verðtryggja ríkisskuldina okkar svona mikið. Þannig að meðan að Ítalía og Grikkland geta svona látið hluta af ríkisskuldunum brenna upp í verðbólgunni samhliða því sem að skuldahlutfallið lækkar þegar hagvöxturinn kemur, að þá erum við hér einhvern veginn, bæði að reka ríkissjóð með halla og borga meira á ríkissjóði í vexti og skuldinar ekki að lækka. Þannig að sko þetta er aftur svona annað hagstjórnar vandamálið sem að verðtrygging og þessi króna veldur. Svo má skjóta því þá í tilkynningunni í vor svona efnahagsaðgerðir þá var tilkynnt að það yrði flýtt því að væri settar í gang svona kvaðir á ríkissjóð hvað mætti skulda mikið og þannig að það verður þá að óbreyttu verður hert mjög á því hversu hratt á að greiða þetta niður og við vitum allt afstöðu Sjálfstæðisflokksins til skattahækkana þannig að það verður allt gert á niðurskurðar. Og þetta veit ekki gott eins mikið og ég hef nú talað fyrir því að hér þurfum við að koma
fjármálareglunum til samræmis við Evrópu og ekki að bíða með það fram á næsta kjörtímabili eins og ég hafði fullan skilning á í faraldinu, menn vegna þess hversu hratt við komumst út úr honum og hversu vel gekk eftir hana, þá það glabræði að hafa þann frest áfram inni. Hins vegar verður að gera greinamuninn þar á reglunum skuldahlutfall og kröfunum skuldalækkun. Evrópusambandi einmitt að breyta sínum reglum til að milda kröfunum skuldalækkunina ef að það verið að fjárfesta í betra samfélagi, loftslagsmálum, grænvæðingu, þrótti. Til að greina minn á fjárfestingu og eyðslu? Já, en sko á hinbógin, hinreglan sko jafnvægið á milli tekna og gjalda sem getur verið aðeins í mínus ef það er háastur, en það má ekki vera fyrir hvað sem en þar verður sko að svo margt að koma til að takast á við þennan stjórnlausa vöxt í útgjöldum ríkissjóðs sem hefur verið á öllum tímabili núverandi fjármálaráðherra að sko það eins og að sé einhvers konar lömunarveiki í gangi í ráðuneytinu að takast á við erfið mál og einhvern veginn þetta viðhorfið að það reddist og hins vegar þegar það má ekki afla tekna að þá náttúrulega stefnir ekki í góða útkomu. Og ríkisútgjöldin náttúrulega sýnileg en það líka sem mætti eiginlega kalla svona ósýnileg ríkisútgjöld sem svona aðferð sem hefur verið notað undanfarið við að endurgreiða fyrirtækjum raunverulega skatta sem við kallaðum nýsköpun, orkuskipti og aðra slíkt, þannig að það flæðir út ríkissjóð líka slíkt sem að kemur eiginlega ekki almennilega fram sem aðgerðir. Nei. Þetta skiptir 20 milljarðar sem veitt með þessum hætti. Og aftur svo ég vísi í alþjóðlega umræðina, sérstaklega varðandi loftslagsmálum, þá verið að tala um það jafnvægi á milli gulrótarinnar og svipunar eins og það kallað að hér einhvern veginn bara hent út gulrótum og ekki að ég sé lindur svipum eða notkun á því, en það verður að hafa aðhald og sko aftur vísa ég Má Guðmundsson í viðtalinu í vísbendingu og stundir aðhaldið felst í að toga inn tekjur en ekki bremsa klárin eða stoppa og skera niður ríkisútgjöld bara til þess að ná aðhaldi. En talandi gulrætur og svipur, þá náttúrulega gallinn sá að það eru sumir í samfélaginu sem fá bara gulrætur en aðri fá bara svipuhöggin. En að því að ég ætla að fá enda á ríkissjóðu, að því verðum svona að velta fyrir okkur svona þessu ástandi á stjórnarheimilinu og það eru fleiri sem eru byrjað að tala að svona stemmingin eiginlega bara farin og sé ólíklegt að þessi ríkisstjórn geti lifað og við erum svolítið að tala út frá því að ef hún lifi þá er hún eiginlega óhæf til þess að taka á verkefnunum sem eru fyrir. Eitt ef við myndum gefa okkur það að við verðum kosið í haust og þá mun Bjarni Benediktsson mæta til kosningana og tala um stórbætta afkomu ríkissjóðs sem að gerist alltaf þegar það er mikil verðbólga að þá aukast tekjurnar þess að vasktekjurnar hækka, ef það er launaskrið þá hækka launatekjurnar, það kemur inn miklu meiri að tekjur inn í ríkissjóð á sama tíma og útgjöldin voru öll ákveðin í desember með spá 5,6% verðbólgu á þessu ári, hún fer örugglega upp í 9%, þannig að bara sá munur í ríkisrekstrinum skiptir sko bara ekki tugum, bara 100 milljarðar. Þannig að ég er svona rúmlega 100 milljarðar sem að koma bara bong til en hins vegar, og hann getur komið fram og sagt að það er miklu betri afkoma heldur en var spáð, en hins vegar í þessu ástandi þá verður sko rekstur ríkisins miklu erfiðari sem hefur verið að reyna að keyra hann á sko samþykktum útgjöldum á meðan að kostnaðurinn hjá ríkisfyrirtækjunum og ríkisstofnunum hækkar jafn mikið á því öllum aðeins. Og þarna er sko verðtryggingin annars vegar og hins vegar þetta svona annars vegar tekjuaukning vegna fróðu og hins vegar tekjuaukning vegna hagvaxtarins. Það er 7% hagvaxtur sko. Þannig að sko og þess vegna er það eiginlega alveg bara að nálgast held í heimsmet að geta ríkissjóð samt með halla sko. Í slíku áhrifði. Þegar ég meina Grikkland, því ég segi aftur, lækkaði sína ríkisskuldir 20%
prósentustig í fyrra. Já, en ef þú væri svona hálfsturlaður ráðgjafi Bjarnar Benediktsson, myndur ekki ráðleggjanum bara fara í kosningar helst svona fyrir október áður en að sko raunveruleikin springur í andlitið á honum vegna þess að kannski fram að þeim tíma væri hægt að kynna þetta sem góða fréttir, sem eru raunverulega ekki góða fréttir. Já. Nei, ég myndi Tekur ekki þetta starf sem er að bjóða eina ráðgjöfin sem ég væri í sko, skattaráðgjöfin fyrir að bæta tekjuöflun ríkissjóðs raunverulega en ekki bara út frá hagvexti og fróðu af verðbólgu. Þess vegna hann líklega að benda á að þetta sé flóttafólkinu að kenna. Já, og það náttúrulega þegar það helmingur eða ég vil meira en helmingur sem hefur það bara mjög gott og er búin að fá mjög miklar kjarabætur og búin að fá skattaafslátt út á endurbyggingun á pallinum og skattaafslátt á Tesluna og það launaskrið það sem þá er náttúrulega sá hluti er bara hamingjusamur og ef að það er ekki sko útskýrt almennilega efnahagslega hvað það felur í sér bara fyrir börnin okkar skattgreiðendur á næsta kjörtímabil og skattgreiðendur á næstu áratugum að takast ekki á þetta núna þá hef ég smá ágjör af svona populismanum. Ég verð að syrkja með því að íslensk umræða hún bara nær ekki þessu að koma svona hlutum til skila. Ég get ekki bara dæma því að nefna með flotta fólkið og Bjarnar Benediktsson. Hann stendur þarna á tröppunum á Bessastöðum og segir þetta. Og það var engi fjölmiðl nema náttúrusamstöðin sem að tóka og reynda að meta það hvert þið væri álagið af almennum hælisleitendum á okkar kerfi. Og ég reknaði út að væri svona 1,3%. Ef þú tekur sko álagið af sko fjölgun landsmanna yfirleitt, álagið af fjölgun ferðamanna yfirleitt og svo tekur enginn allra að hætta að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu. Sjálfstæðisflokkurinn bjó sjálfur til innflutninga fólki frá Venezuela og verður bara að leysa það sjálfur og við getum eiginlega ekki tekið það inn sem svona almennt vandamál. Að þá setur eftir að fjölguninni aukna álag á grunnkerfin okkar út af almennum hælisleitendum þar umfram sem er meiri ásóknendur var 2009 fyrir COVID eru 308 manneskjur. Af einhver álagi sem þetta met upp á 26.000 manns. Og það eru öll Evrópuríki að takast á við aukinn flóttamannastraum og sem er bara að fara að aukast og þau eru reynda líka að takast á við aukinn hernaðarútgjöld sem við sleppum við hér. Ekki er ég viss það. Ég held að verði mikil þrýstingur á Íslendinga að fara að auka framlög sín til hermála sem á eftir að auka enn klemmuna sem er verið að tala með. Þú vilt ekki hækka skatta og vilt loka ríkissjóði að þá lokar því með niðurskurði og opinberri þjónustu plús það að þú þarft að finna peninga til þess að auka útgjöld til hermála. Já, þá verður mann bara búið til verra samfélag en ekki betra samfélag. Þessi hættin. Og það er andstætt minni hugmyndum bæði hvað hagfræðin á að vera kljást við og reyndar hvað pólitíkin á að vera kljást við. Þannig að við erum í einhvern veginn svona tvöfaldri þverstæðu og sko fyrir utan að okkar vandi er mikið til komin út af því sem er ekki búið að vinda ofan af. Þess vegna var svona mikið verið að tala aftur á bak en í raun og veru væri sko nógu mikil ástæða, segjum allt væri á nulli og fínt sko, að þá væru nógu miklar áskorandi framundan til þess að takast á alls konar drastískar breytingar, uppstokkun og svona struktúrbreytingar. Ég meina, það er það sem löndin í Evrópu eru búin að vera að gera undanfarin ár. Það er það sem að íslensk stjórnmál alltaf snúast en þau snúast hvalveiðar, flóttamenn og áfengi í búðum. Velkomin til Íslands, þú ert búin að vera út í Evrópu. Ég segi bara aftur, ég verð að hætta að koma inn að þetta er ómögulegt. Sko. Herðu, gaman að fá þig. Takk. Herðu, og við snúum okkur á næsta máli eftir augnablik. Já, á laugardaginn verður fundur í Safnahúsinu í hádeginu klukkan 12. Það sem verður rætt með svona elstu deilumálum okkar tíma Ísrael-Palestínu. Þetta er á fundaröð Ögmundar Jónassonar en er líka haldið af félaginu Ísland-Palestína þar sem að Hjálmtýr Heiðdal er formaður. Velkomin Hjálmtýr. Takk. Þið fáið þannig góðan gest. Já. Gídeon Leví. Gídeon Leví, ísraelskur blaðamaður sem starfar við Haaretz sem er svona helsta stjórnaranstöðu málgagnið. Stórblað. Stórblað. Og gamalt og traust. Já, og þar eru nokkrir blaðamenn sem að
fylgjast vel með og eru svona einn sterka stjórnaranstaða. Þeir skrifa mikið mál Palestínu arabana og fylgjast vel með þeim verkum sem að Ísrael stjórn stendur í á Vesturbakkanum og náttúrulega á víðar. Og það er gott að fá Ísraels mann til þess að koma og gagnrýna. Þannig að það sé ekki bara Palestínu menn og fylgjendur þeirra sem eru að benda á hvað Ísraelsk stjórnvöld eru að gera þarna. Já, það nú er þannig sko að sterkustu gagnrýnendur Ísraels og síonismans, það eru gyðingar. Og Gideon Leví er einn af þeim sem að hafa náð svona athygli sem nærum víðum heim. Og það eru örfáir blaðamenn sko, eins og Mira Hass og hann sem eru mjög vel þekkt bara í þessum kreðsum og líka þeirra skrif virtast víða. Og þetta eru mjög öflugir málsvarar þeirra réttinda sem að Palestínumenn hafa verið sviptir og benda á alveg stöðugt ástæki sem að stjórnar sem sagt í Ísrael og eykst alltaf eins og fréttir segja. Gagnrýni Ísraelsmanna hefur náttúrulega farið vaxandi en það er komin hálfgerð klerkastjórnanda í Ísrael núna og það hefur verið og náttúrulega gerspiltur forsætisráðherra og fjöldi manna út á götu sem er að mótmæla því að það sé verið að breyta landinu yfir í eitthvað andlýðræðislegt. Það er náttúrulega aldrei sérstætt sko að þessi mikla hreyfing sem að fór á stað þegar þeir ætlaði að fara að breyta dómskerfinu. Hún segist svo hreyfingu að vera að bjarga lýðræðinu í Ísrael en þeir sem að náttúrulega stúdera Ísraels ríki vel og lengi að það er náttúrulega ljóst að það er ekki lýðræði eins og við þekkjum það sem er þarna. Það er stór hluti fólksins sem að býrðar hefur eiginlega réttindi. Nei, það er þannig að sko löglegir íbúar Ísraels alveg frá stofnun, það er þessi 25% tæp sem er ekki gyðingar og það eru alveg fjöldi lagabálka sem að skera þeirra mannréttindi mjög alvarlega, eða skerða og það er bara versnar, það eru fleiri lög, það er til þess bara ný lög sem eru mjög róttæk og segja það semst hreinlega að þetta er ríki gyðinga, aðrir hafa engan rétt og Netanyahu byrjar sitt stjórnarstaf með þessari nýju ríkisstjórn þannig að þá kemur bara yfirlýsing stjórnin starfar á þeim grundvelli að allur réttur er réttur gyðingana. Við munum byggja okkar hús, okkar íbúðir í öllu Ísrael og Samaríu og Júdeu sem er kallað Vesturbakkan og þar bjúa 3,5 milljón Palestínu manna og það er verið að segja það að þeir eru bara einskis verðir. En þessi mótmæli sem eru á götum Ísrael sem eru bara eiginlega með stærstu mótmælum sem hefur verið í heiminum bara, þetta er gríðarlegur mannhaf sem að kemur og eru að mótmæla stjórnvöldum. Bætir það eitthvað sko stöðu Palestínumanna? Er þetta, myndur horfa yfir hópin og líta á að þarna væru svona bandamenn þínir? Nei, því miður það sko örlar á því en svona í stóra samhenginu þá er það þannig að þessi hreyfing hún er algjörlega að hugsa þetta sín eigin stöðu, hún er ekki að hugsa hernámið og aðstæðunar eins og þeir á Gaza, það fólki sko það er allir aldrei upp með þessu. Þú ert frá blautu barsbeini sem sagt þér er kennt að gyðingar þarna eiga þetta land og annars sé aðskotadýr og best sé að losna við þau. Þeir sem efast það er að grafa undan tilveruréttiðinum. Já. Fólk er alveg fyrir það. Og fólk er alveg fyrir þá hugmynd að þeir sem ekki styðja þetta eru að grafa undan tilveruréttiðinum og hinum megin ertu síðan með Palestínumenn þar sem að Ísraels ríki er að grefur undan tilverurétti þeirra. Já, það er alltaf sko eitt af þessum slagorðum sem er borið upp á Hamas og fatahreyfingarnar að þeir ætla að henda gyðingunum í sjóin og þeir standi í því að þeir stefna sig að útrýma gyðingum. Það er náttúrulega raunveruleikinn allur annar og það er alltaf verið að djöflast gegn Palestínumönnum og reyna að fá þá til þess að yfirgefa landið og stundum eru þeir reknir. Það er alltaf búið að reka með
yfir 1 milljón palestínumenn beinlínis yfir landamærin og svo náttúrulega eru drepnir, það er búið að drepa vel á annað 100 núna síðan þessi ríkisstjórn tók við. Já, og er bara var ekki bara í gær þar sem það voru mannfall. Já, það er sko, það hefur vaxið sko vopnaða andstæðan hjá palestínumönnum eins og hún er nú erfið og kannski vonlítil, þá hefur hún samt vaxið og eins og í Jenín, þar eru ungir menn sem sagt, eru náttúrulega, þeir sjá enga framtíð í sjálfu sér og þetta er oftast alltaf því bara að ganga í opinn dauðan ef þú tekur þér vopn í hönd. En þeir gera það og Ísraels kemur bara með sterkustu vopn. Þeir eru með árásaþyrlur sem þú getur sprengt húsi sem fólk, ef þeir eru að verjast í einhver húsi, þú getur bara sprengt það í tætlur og drefið alla sem eru innan. Og þetta versnar sko að því að þessi róttæku öfgamenn sem eru þarna í þessari ríkisstjórn, þeir eru meðnefnilega ráðin yfir núna lögreglunni og þeir hafa sem sagt rétt heimildir til þess að beita hernum miklu sem sagt með grimmari hætti heldur en þó var. Já. Þannig að þetta er verstaríkisstjórn sem hefur verið í Ísrael. Það hafa farið stigversnandi. Og palestínumenn finna fyrir því. Mjög svo og ef þú fylgist með bara á netinu þá er alltaf, sko það er alveg endalausar árásir, bæði herinn og síðan þarna öfgafólki sem þessi landræningjar þarna. Það var nú bara síðast í gær sem að þeir drápuðu einn palestínumann. Og þeir eru farin að vaða þorp palestínumanna, kveiki í bílum og húsum og limlesta fólk. Og herinn, þessi ísraelski og lögreglan, þau hreinlega bara vernda þessa glæpaflokka. Herðu, svo ætlar að fjalla það hvað Íslendingar geti gert. Já. Áttu við það íslensk stjórnvöld? Þá á ég við það sem, og íslensk stjórnvöld og einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta gert. Raunin er það þannig að Ísrael þverbrýtur svo margt sem að önnur ríki, lýðræðisríki getum við sagt, virða, réttindi sem þau virða, það er alls konar sáttmála bara eins og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Ísrael er að brjóta þetta upp á hvern einsta dag og fær enga andstöðu frá þessum ríkjum sem að tala frelsi og lýðræði og mannréttindi alveg hvern dag. Okkar gildi eins og sagtir. Já, og bara eins og Þórdís Kolbrún og Katrín Jakobs, það eru að tala þetta núna sérstaklega í sambandi við fundin sem var daginn, Evrópuráðsfundin og það eru alveg þessi fínu orð en Ísrael er algjörlega, sko, hefur algjörlega frítt spil og fyrir 15 árum minni mig, þá komum saman mjög mörg palestínsk samtök og sendu frá sér ákall að heimurinn sameinaðist að sniðganga Ísrael, setja á þá sem sagt bann, samskiptabann og sviði viðskipta, menningar, íþrótta, vísinda. Svipað var gert við Suður Afríku. Nákvæmlega eins og var gert þarna. Já, Ísland setti viðskiptabann á Suður Afríku 1988 og það kemur þessi beiðni frá palestínumönnum vegna þess að þeir hafa náttúrulega enga aðra möguleika, þeir leysa þetta ekki með hernaðar svari, þeir geta það ekki, þeir geta ekki farið eins og í mótmælagöngur, það er skotið á þá. Þeir hafa nánast enga möguleika og þess vegna segja við heiminn, þið verðið að gera eitthvað, þið verðið að koma og þá bara í anda þessum að allir eru búin að samþykja sem eru í Sameinuðu þjóðunum að það ber hverjum manni réttindi og að framferði Ísraelsstjórnar brýtur grundvallar atriði og þeim er ekki hengt en ef að þessi BDS-hreyfing sem eins og hann heitir á ensku ef að hún nær flugi þá er það eins og gerist í Suður Afríku þá er það mjög sterkt, þá einangrast Ísrael og þegar að það fer að kreppa í buddunni hjá almenningi í Ísrael að þá sem sagt er möguleiki að komi upp andstaða og að það verði grundvöldu fyrir því að málin taki aðra heilbrigðari stefnu. En Ísrael er ekki að einangrast, það er
Það með þess að Eurovision. Þeir eru allstaðar. Þeir íslensk íþróttafélag eru að keppa við. Þeir eru í Evrópumeistaramótum. Þeir eru teknir inn alveg eins og þið séu sko lýðræðisríki bara inn í miðri Evrópu. En það sagði Ben Gurion að þeir væri að stofna Evrópuríki. Hann sagði það við Gylfa Þór Gíslason, menntamálaráðherra Íslands á sínum tíma. Og hann var mjög stoltur að því sko og þeir hafa náttúrulega unnið allan tíð þannig. Þeir eru alveg einstakhoppar í búri eins og til dæmis í Englandi, í Bretlandi, þar er mjög sterk áróðursmaskína fyrir alla hagsmuni Ísraels. Og gagnrýnir stefnu Ísraels, ríkisstjórnar Ísraels. Já, og þeim tókst að... Eins og hún er núna, meira að segja, það sem er eiginlega hálfgerð klekkastjórn. Algjörlega. Og þeim tókst að koma... Þá ertu sakaður að vera með gyðingandus. Algjört. Og þeim tókst að koma Corbyn frá. Já. Og þeir eru búin að koma því þannig að það eru sko... En þeim tókst það kannski ekki, þeir var þeirra tæki notu til þess. Ég held að hafi nú verið kannski kratarnir inn í flokkun sem... Jú, hann er alltaf nýji formaður, hann bara viðurkennt að ég er síjónisti. Hann er bara sagt óumbeðlega. En hérna... sko þetta mikla apparat Ísraels, þessi áróðsmaskina, hún er rosalega sterk og eins og bara þekkjum við í Bandaríkjunum, en það eru samt mögulega breytingar í loftinu og þegar að þessi nýja stjórn sem að eins og þú ert að tala sko bara líkist kannski klerkastjórnin í Íran að því til dæmis réttindi samkynhneigðra, þau eru á undanhaldi þegar þessi ríkisstjórn herðir tökin. Það getur sagt, það er kannski viss von að muni eitthvað breytast. En stjórnvöld á Vesturlöndum fái nóg, að telji sig ekki raunverulega geta varið. Já, það verður alltaf erfiðara og erfiðara. Og hérna... En Evrópusambandið ræði nú við að hafa Viktor Orbán innan sinna raða og lögur rétt í Póllandi sem brjóta niður réttindi kvenna til þungunarrofs og við erum með Meloni á Ítalíu og Evrópa þolir margt í dag. Það er það og til dæmis að bara eins og Sádi-Araba er besti vinur Bandaríkjanna. Ég meina maður sér það á þessu sko hvað mannréttinda talið er oft þund og lítið á bakveða. Og oft nota bara í sérstöku tilgangi. Já. En heyrðu, ríkisstjórnin núna í Ísrael, hún er það versta af mörgu vondur reyndar. En varðandi afstöðuna og stuðningin við Palestínu, er eitthvað munur á ríkisstjórnum sem hafa verið á Íslandi? Á Íslandi? Já. Já, það sem var nú svona kannski hápunkturinn 2011 þegar að við kendum Palestínu innan landamærana frá 1967 og það var Össur utanríkisráðherra og það var mótatkvæða laust í þinginu því að sjálfstæðismennið sátu hjá. Og Ísland hefur haft þessa stefnu, kallast nú reyndar þessi tveggjaríkja lausn og allt það sem að í sjálfu sér alveg steindautt af því það er engin leið að stofna tvö ríki þegar að annað ríkið segir sig eiga allt landið. En svo hefur verið að gerast núna sko að þessi íslenska ríkisstjórn sem er núna undir þeim utanríkisráðherra sem er núna, nú er Ísland farið að sitja hjá. Styður ekki tillögur sem er til hagsbóta fyrir Palestínumenn, eins og til dæmis að alþjóða glæpadómstóllinn fari og rannsaki stríðsglæpi sem að Ísrael hefur framið. Eins núna nýlega þegar að Þá setur Ísland hjá. Þá eru bara farin að setja hjá og svo var samþykkt daginn. Og hvað með hinn Norðurlöndin? Þau gera það líka. Þetta er eitthvað samráð. Já. Þannig þetta er svona hluti af auknum stuðningi Evrópu við raunverulega utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Má til dæmis kannski sjá í Julian Assange málinu þar sem að ríkisstjórnir í Evrópu gera eiginlega ekki neitt. Já, það er alveg hægt að sjá að það svona sko bara ef þú skoðar heildarplanið eða sviðsmyndina, þá sérðu að það er ekki, að mannréttindin eru ekki mjög sterk og það er enginn sem gengur fram fyrir skjöldu af því að segjum að það veri tekin ákvörðun að virkilega framfylgja því að mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna væri gildandi í samskiptum. Þá náttúrulega lægi beint við að taka fyrir málefni Ísraels vegna þess að það er svo opinskátt og það er svo oft, það er á hverjum degi og það er svo mikið í gangi, það er svo margir sem eru drepnir. Viðbröðum til dæmis við Úkraínustríðinu að þú sér það til dæmis að tökum bara Eurovision, þeim er hent út samdægurs Rússunum
En Ísrael búið að vera þarna með síðan 1973 og þeir hafa alltaf haldið sinni stefnu sem þessi mannréttindabrot og kúgun og þeir dansa alltaf með og vinna stundum og mikil gleð og eins og ríkisútvarpið hérna segir að þetta sé hátíð friðar, ég man ekki alveg orðalagið, við skrifuðum þeim bréf út af því akkur rússar fikið svona snarlega út en ekki Ísrael og þá kom svarið að þetta ætti að vera ópólitískt og þetta væri svona friðar og skemmtið samkoma og með því að vera með Ísrael þá var náttúrulega Ísrael farið að vera einhvers konar friðarpóstúli. Þú ert náttúrulega að veita Ísraels stuðning með því að gera ekki athugasemdir, ekki sitja hjá. Það ég heldur í svona siðfræði sá sem að situr hjá og hann ekki í góðum málum. Nei, menn láta bara mannréttindin róa, það alveg augljóst og þetta svo æpandi og verður alltaf meira og meira þetta verður alltaf sterkari og sterkari mynd af því sem að hvað að gerast í Ísrael og viðbröðin þau ekki að breytast en þau þyrft að breytast all snarlega og íslenska ríkisstjórnin ef hún tekur upp á því núna að sitja hjá þá hún að fara í aftur á bak málin ekki að þróast fram á við. Kanntu að svara því af hverju ástandið svona, af hverju Evrópuþjóðir og við okkar stjórnvöld standa með, við getum sett hvítamanninum í þessari baráttu á meðan að í Suður Afríku að þá tókst Vesturlöndum að standa með svartamanninum. Hvað? Það áræðilega einhver rasism í þessu og það líka spurning til dæmis hverjir sita í utanríkisráðuneytinu hérna, hvaða fólk það? Sem unni ákveðu stefnuna. Er það fólk sem skólað einhvern veginn í einhverju umhverfi sem að gera það verkum að þau líta á Ísrael sem bara eitt af okkar ríki eða sem sagt okkar eins og Bandaríkjamenn segja okkar hagsmunir eru þeirra hagsmunir og er það þannig hér á Íslandi að Ísrael opinberlega með þessa árásastefnu að það sé bara meðtekið og menn alltaf bara sætt sér við það. Kannski með bara einni stoppustöðu viðbútt að íslenska utanríkisþjónustan skilgreini það að hagsmunir Bandaríkjanna séu okkar hagsmunir og það sem hagsmunir Bandaríkjanna og Ísraels farið saman að þá setjum okkur ekki upp á móti Ísrael. Já, það náttúrulega, maður veit það að Bandaríkjanna þau hafa mikil áhrif og það mjög langt í land að málstafur Palestínumanna að ná einhverjum árangri í Bandaríkjunum. Það að vísa vaxandi innan demokrataflokksins og hjá almenningi það náttúrulega töluvert öðruvísi heldur hjá stjórnvöldum afstæðan til Ísraels. En það nú samt þannig að það sá sem ætla sér eitthvað frama í bandarískum stjórnmálum, hann má ekki andmæla Ísrael. Nei. Og svo það bara öllum fjölmiðlunum í allri umræðunni að það rosalegt skref sem að maður tekur sem að segir það í bandaríkjunum opinberlega. Obama var að beygja sig. Hann hafði heilmiklega þekkingu á málunum Palestínumanna. Menn talaði bara sér þvert hug. Já. En svo annað að það eru þarna viðskiptahagsmunir og hernaðarhagsmunir. Það rosalega mikil samvinna á milli hermála yfirvalda í Vestur-Evrópu, í Bandaríkjunum við Ísrael og það eru sendir alveg 100 bandarískra lögreglumanna til Ísrael til að læra og þetta það sem drap hann George Brown það ekki þannig að þetta settur hnið á hálsinn það kent í Ísrael og nota gegn palestínumönnum það til fjöldin allra ljósmyndum sem sýna nákvæmlega þetta fantabragð og ég veit ekki hvernig mannaval í lögreglu yfirleitt en það eins og að þessi harka og þessi djöfulskapur sem að Ísrael býður upp á að hann kendur áfram. Þeir eru líka framalega í persónunjóstum. Þeir eru mjög framalega þar og þeir eru alltaf að þróa betur og betur og þeir hafa náttúrulega þennan palestínumenn sem tilraunadýr. Nú eru þeir að setja upp á Vesturbakkanum einhvers konar kerfi sem að hreinlega fylgist með nánast hverjum manni og búið að setja hann inn í kerfi og þeir þurfa ekkert lengur að segja hei, hvað heitir þú? Þeir vita það, af því að þeir eru með bara tölvuna eða síman og þeir sjá strax kerfi segjur þetta kemur
og hann er þetta menntaður, þetta er fjölskyldan, hann býr þarna, þetta vinnur þetta, þeir veit þetta bara strax og þeir fylgjast svona rosalega vel með og bara náttúrulega í einum tilgangi það til þess að kúa fólkið. Þetta er deila og bara á þessu búin að vera áratugum saman. Já, ég kalli ekki deilu. Hún er næstu eldri en þú. Hvað sérðu að sé árangur af barátunni? Eða bakslag eins og sagtir í annars konar barátu? Já, ég held að hægt og bítandi sé einhver árangur. Til dæmis að sniðgönguhreyfingin svona hér og þar, hún er alltaf það er alltaf verið að segja frá svona hinum þessum fyrirtækin sem er að hætta að fjárfesta í Ísrael og gugna á því vegna andstöðu að þá við byggingafyrirtæki sem byggja lestarteina, fyrirtæki í snyrtivörunum. Það er mörg dæmi að það hafi tekist að koma fyrirtækjum í þá stöðu að þau gefast upp að því að vera í Ísrael en það þarf mikið til og það er meðan til dæmis bara ríkisstjórnin eins og íslenska ríkisstjórnin taka engin afgerandi skref meðan að Norðurlandaráð vill ekki taka á þessu máli og þau bara leiði þetta hjá sér og að þá fyrr en einhver stígur virkilega á stokk að þá heldur þetta kannski áfram að vera þessu fari og þjáningar Palestínumanna verða bara áfram miklar og meiri. Já, herðu, Hjalti, takk fyrir að koma við rauðaborðið og minna okkur á þessi mál og líka að það er í Þjóðmenningarhúsi á laugardaginn, kl. 12. Það heitir í Safnahúsi núna, aftur. Já, Safnahúsi. Við Hverfisgötu. Klukkan 12 þá verður sem sagt Gideon Leví, ísraelski blaðamaðurinn við erindi og ég mun halda þar smá tölu og Ögmundur Jónasson verður fundastjóri og kynnir og ég vona sem flestir mæti. Já, við köttum alltaf til þess að gera það, að styðja palestínumenn í þeirra baráttu. Þetta er lokinn á rauðaborðinu í kvöld, það er 50 og rauðaborðið verður næst á morgun, það er vikuskammtur við rauðaborðið klukkan 4, þá förum við yfir fréttir vikunar, svo verður helgispjall við rauðaborðið á laugardags morgun klukkan 9, þá ræði ég við Möggustínu hennar líf, við getum til að fylgjast með því, en það er margt að vera á samstöðunni, hér á eftir verður þáttur sósíalíska feminista, á morgun verður líka Sanna Reykjavík klukkan 2 og svona bætist alltaf við í dagskránni hjá okkur. Getur ykkur til að fylgjast með á síðum okkar, á vefnum okkar, samstöðum.is, líka á síðum okkar á Facebook og YouTube og getur ykkur til þess að læka og dreifa og hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna og róttaka umræðu í íslensku samfélagi ekki veitir af. Takk fyrir í kvöld.